god, what a week. What a week. Ég veist, í alvörinu, við erum í svo miklu sjokki, hvernig þessi vika fór. Gjörsamlega bara áfalli. Já, líka þú veist, það vika síðan við töluðum við ykkur síðast þetta í podcastinu okkar og þá vorum við að segja ykkur þetta væri að, þú veist, koma út á morgun. Það vika síðan. Hvernig vika? Við erum þessi 2 mánuðir, sko, við erum búin að gera svo mikið. Við erum búin að vera non-stop í bara, já, ég er sjokki. Þetta rosalegt, sko. Ég er í áfalli. Við erum ennþá á fullu. Já. Við erum ekki Ballið var að byrja, sko. En þetta er, við getum ekki annað en byrja þennan þátt og segja bara takk fyrir að vera bestu hlustendur í öllum heiminum. Bara takk fyrir bara frábæra viðtökur og bestís. Ég er bara, þetta fór bara fram yfir öllu, sko. Ég er bara áfalli. Öllu, við vorum að vonast þess að nokkrir af ykkur myndum að mæta þarna í Bónus og Smáratorgi. Þetta, við kláruðum að gefa þessi 50 á 5 mínútum. 5 mínútum, 50 manns. Bara, man náði líka varla að horfa í andlitu á fólki að því vorum bara, já. Við vorum bara rétta. Næst. Já. Og bara, þú veist, þannig að fyrst og fremst með það bara voru ógeðslega þakkláttar og svo þið öll sem við erum búin að vera smakkan og gera taste-testin. Þetta er það skemmtilegasta sem ég horfa á. Ég er sammála. Og bara heyri ykkur skoðanir, fá skilaboðin frá ykkur og, þú veist, og líka ég kann svo mikið að meta, ykkur finnst nafnið, umbúðirnar, útlitið, brandingið, konseptið með þessi harta ofan, bara að þið fílið þetta líka, eitthvað sem við erum búin að vinna í svo lengi, að bara láta verða veruleika. Þessi, wow, all worth it. Ég er bara a round of applause fyrir okkar bestís sem elskar bestís. Já, við bara elskum. Takk fyrir okkur. Í alvörunni. Þetta er búið að vera styrla. Ég er ennþá að meðtaka það. Ég líka. Ég vaknast, ég er búin að vakna núna bara svona, var með að dreyma. Bara, hvað bull, líka fórum hringinn á 3 dögum og þú veist bara, við bara svona gerðist í alvörinni. I don't know. Já. Við erum líka oft búin að vera bara, erum við living in a simulation? Simulation. Ég ætla fucking stimulation. Ég segi líka alltaf stimulation. Fucking simulation. Ég held alltaf að stimulation sé vitlaust og rétt allavega simulation. Þetta er búið að vera svo mikið bara kjaftaði í rauninni, sko. Þetta er búið að vera bara, við erum bara ekki búin að hætta að brosa og hlæja og bara grenja og bara, þú veist, garga og bara, ég veit ekki hvað og hvað. Ángríns. Hvað er að gerast? Við ætlum bara svona að fara yfir síðustu viku, segja ykkur hvað við erum búin að gera. Þetta er búið ógeðslega skemmtileg vika og þú veist, það er svo oft sem við hittum bara viku eftir viku og maður segja, já, hvað er frétt að þér? Og það er maður bara svona í sama rútínu. Same. Það er svo mikið búið að gerast á þessari viku. Það er búið að vera ruggluð vika. Bara akkurat núna þegar maður takir upp, það er ekki eins og komin vika. Nei, sko. Það er mánudagur. Og þú veist, vika er ekki liðin, en það er bara, við gætum tekið upp 4 þætti. Já, klálega. Þannig að, þú veist, já, skulum bara byrja, þú veist, já, við erum alltaf á miðvikudaginn síðasta, heldum við svona lounge party, þar sem við buðum svona vinum og vandamönnum að koma og smakka bestís og við heldum það á Spritsvenju niður í bæ. Já, vá. Ógeðslega næs salur. Mælum sjúklega mikið með eitthvað, svona þægileg stærð. Mjög þægileg stærð. Ekki of stór, ekki of lítill, bara svona fullkomin fyrir eitthvað svona. Og þú veist, samt er, þú veist, það er innbyggð, þú veist, það er bar þarna. Já, sturlaður bar. Já, sturlaður bar, þú veist, það var bara, þetta var fullkomið, bara niður í bæ líka og svo, og við fengum aftur stelpuna frá tilefni til þess að hjálpa okkur að skreita. Það er alltaf mjög snillingar. Það er bara, they don't miss. No, they don't. Þessi blöðru bógar sem voru þarna. Já. Hvernig fara það ræðis? Og gerði hann svona nammi stíl. Já. Svona með svona sprinkles og eitthvað. Og flott. Líka fyrir með svona stólpa eða hvað sem það heit. Eða þú veist þarna til þess að... Svona sýninga, kynningarstólpar. Já, svona sýningapallar einhvern veginn. Já, það var alveg punkturinn yfir yðana og myndadótun okkar. Og svo, þú veist, mersta blöðru bestís bara sem við gáttum sér nota bara. Já, við tókum með alltaf Akureyrar. Það var geðveikt, sko. Nýttum þar vel. Já, og Reykjavík cocktails var með okkur líka. Reykjavík cocktails, they don't miss either, sko. Nei, þú hefur notað í öllum útskriftinu. Já, eins og ég útskrifast með Hendersonum. Já, það er geðveikt, ég segja öllum. Þú segir bara svona með 5 gráður. Nei, í BS og Masters, að ég get ekki verið með það, sko. Þeir eru bara geggjaðir. Og líka það sem þeir gera, svona, they make it personal. Þú veist, þau byggu til svona alveg bara svona í takt við ísin okkar, himberja og þú veist, svona creamy, þú veist, þetta er ostaköku ís og þetta var bara fullkomið. Þú veist, það voru líka allir bara, settið ísin í kokteilin, eitthvað, nei, við ætlum breyndar að gera, við gerðum ekki. Þeir náðu bragðinu mjög vel, sem var mjög skemmtilegt.
En bara já, og þú veist, alltaf þegar maður bókar það þá bara spyrja þér bara hvað vilt þú, skilurðu og þú getur bara alveg hanna þinn kokteil og nöfnin og allt sem óslega gaman en við vorum með kokteil Besties sem alltaf hafa svona creamy sem svona hindberja þurrki á geðveikt Hvað hét aftur hinn? Forever, já. Forever. Hann var svona súrari Já, hann var svona feskur hann var ógeðslega góður Þannig að þetta var bara fullkomið og þeir alltaf, þú veist, þeir sem eru hjá Reykjavík Cocktails alltaf skemmtilegi, brosandi, þú veist, einhvern veginn þeir voru líka bara gett að spjalla við gestina sem var geðveikt næs og svo vorum við með svona útbúið svona smakk, svona litla ísa það var gett næs lega fólki, og kannski erfið að lega fólki að smaka bara heilu dollu Nei, við týndum því ekki alveg Nei, við bara generally týndum því ekki að það var ekki mikið framleitt Nei, jú, það var þetta mjög mikið framleitt Já, en greinilega ekki nóg meiri eftirspurn Þannig það var, algjörlega en þetta var bara, það var ógeðslega skemmtilegt kvöld og svo enduðu við bara kvöldi bara að eiga sjúklega skemmtilega nótt og bara höfðu mjög gaman Já, fórum út að borða og enduðum að vorti karaoke Já, og það var bara eitthvað við verðum að finna karaoke því þú varst að syngja Space Oddity við Mallana og Jóu Það kom það Já, og þú bara, ég verði að halda að vera að syngja og ég var bara, þú ert aldrei að fara að finna karaoke stað sem er opinn klukkan var líka rúmlega 12 þarna ég trúi ekki að ég fundi stað með þetta og galið og þú varst eitthvað hringt þú og ég eitthvað nei, ekki hringja varst þetta því? Þú? Já og þá hringdi ég bara Já og þú bara, víst þau eru að fara að hafa opið því og þau gerðu það var ekki opið sko það var ógeðslega að fyndi já, komið bara við yes little did they know við vorum að 2 Já, það var ógeðslega gaman Já og svo bara strax næsta morgun rise and shine hjá okkur stelpunum útvarpið bara beinustu leið morgunin eins og ég líka við byrstu bara ég sendi á hana þetta mæti 8:30 sendi á byrstu klukkan kortir í ertu vöknuð af því hún var ekki bara að senda mér neitt hún svaraði ekki þannig ég stóð ekki upp fyrir hún svaraði að ég var ekki að vera tilbúin ef hún er að snúsa lengur sko. Ég var bara, ég ætla að snúsa líka ég færi ekki mikið svefn Já, I need it Nei, svo bara Svo allt í henni komst til lífs Já, svo bara, þú veist voru við bara smá seinar og það er svo bara fóru við brennsluna og að gefa Kristínu og Agli og bara rosa gaman svo duttu ég eitthvað svo smá spjall eftir á svo voru við bara Það er ekki tímaskinn Ekki okkur. Það er ekki tímaskinn. Við erum bara jappa. Pældi ég að væri ekki fyrir mig. Því ég var ennþá að jappa. Nei, 2 skipti þennan morgun. 3 skipti. Fyrst senda þig, hello, ertu vakandi. Svo þarna, við vorum að jappa. Og vorum seinar, nú þegar. Og þetta mæta 10 bónus. Og hvað var alltaf í klukkan orðin? 9:30 þegar vorum ennþá upp í FM. Mætum upp í FN, nei upp í bónus brunum þangað, því ég bara byrta við erum bara mættars bara við brunum að stað, bara vorum bara hver á okkur bara og þú erum mættið 9:30 Já, 9:30 Já, en við erum enda 9:30 upp í FM Já, mætum upp í bónus klukkan er 9:43 og við erum að labba inn bara aftan og ég bara byrta við erum glemdum goodie bags pælið í þessu Gleymdum goodie bags Við ætlum að gefa 50 manns Besties tote bag, Besties ból Áskrift, Besties Gleymdum þessu Ísvaðan komin Ég reif, Ísvaðan komin og búið að setja allan básun okkur upp sko en ég reif bara í byrstu og við verðum bara að bruna og við brunuðum Ég var alltaf kyrst, ég prátt á æfi minni Ég var bara líka alla stólpana og alltaf úti í bílnum og upp á skrifstofu voru komin tilbaka 9:54 það náðum þessu Við bara stóðum þá tekin 2 myndir af okkur við básun okkar svo bara rúm Hörðurum brotna við bara og svo 5 minútur setja allt búið allt búið og þá vorum við bara að chilla, gefa smakk Já, vorum að gefa smakk og bara tala við fólki bónus og það var ógeðslega gaman Ég held að við myndum ekki fíla þú veist eitthvað svona bara svona, að því fyrst við vissum að þið komið fyrst þið, þú veist, komið fyrst og bara voru bara, oh my god, það er alveg vist að þessu svo voru við bara lendið fólki sem var bara að kaupa sér skilur í kvöldmandinn bara veit ekkert hvar við erum og bara ekkert þannig og við erum bara, smakka því Íslendingar elskar smakk Íslendingar elskar smakk ég er alveg búin áttum á því Hefur ekki alltaf séð svona fólki í krónu og Jú Þetta virkar, þetta svín virkar bara greinilega Þau voru bara eldra fólk ekkert hverju er ekkert að pæli okkur smökku í sín, keitt 2
Já, manstu ekki eftir að það var einn svona eldri maður sem kom og hann alveg, smakka svo var hann bara smá stund að japla á þessu og svo var hann eitthvað, þetta bara rosalega gott og ég bara, já, finnst það ekki? Jú, maður megi alveg hafa það eftir mér maður með hattinn Já, maður með hattinn, já Við bara, ok, við aldrei gleyma honum. maður með hattinn, besta review ever Já Þannig að þið vitið að maðurinn með hattinn sagði að það var mjög gott he approves, Við erum að setja svona reviewið hans hérna aftan á umbúðirnar. maður með hattinn, mjög þetta er bara gott mjög gott Besta review sem við fengið ógeðslega fyndi en það var ógeðslega gaman við bara vorum að aðeins í bónus og svo vorum við bara herðu við þurfum að fara að leggja stað út á land þurftum reyndar að skilja okkur smá dóteríi frá okkur Já, og við erum náttúrulega líka með hérna myndakassan já, fyrir rentapartí náttúrulega uppáhaldsmyndakassan okkar rentapartí bleiki og líka þú veist, núna eigum við sko bara bunka af myndum frá kvöldinu prentar eða ætla að fá okkur sem myndakassa mæli ég svo með að hafa prentara með það er bara að því þú veist, þið fáið þetta sem til e-maili og maður er svona, sem að seifa nokkrar kannski gleyma því en maður átrúna viljum búið til svona stort svona board já, veistu, við vorum líka með Mean Girls eventunum okkar og sínum tíma og bara, þetta er svo skemmtilegt að eiga allar þessar minningar eiga gestin okkar sem komu, þú veist að við erum ekki inn á öllum þessum myndum já, þetta er bara gestabók ógeðslega gaman, en hérna já, fórum eitthvað að skilja ykkur í dótaríi svo þurftum við náttúrulega líka að fá bílinn okkar já, bestisbílinn já, og hann hérna kom til okkar og við pökkum í töskur í sitt hvað lagi og svo komst þú að segja mig á bestisbílum og þarna var ég búin að keyra svolítið mikið á Hveragerði og eitthvað hannig og ég var bara svona, ok, ég held til í smá pásu keyrði bílinn til Birtu og ég eitthvað, nenni þú aðeins að keyra og svo keyrði Birta bara alla verðina svo bara, the rest is history ég var að fríka Birtu út með því að vera farþegi sko. Ég á ekki að vera undir stýri út á landi sko. Nei, ég allavega það var ekkert mál að keyra hann sko. Þetta var betra en ég held sko. Eða, þú veist, svona, þeim bara á beinu veginn þetta keyrin inn í bæjar já, það, en við vorum alveg fljótur að venjast sko. já, við erum fyrir klárar sko. já, ættum alveg meira próf sko. já, langar alveg Volkswagen Transporter eða hvað sem þetta var já, ég get til það, með svona stórum fristin já, sérstaklega fristin takk við vorum ekki að sjóða þar í þessu öllu þú á bílnum og ég fristinum alltaf þú kunnur ekki opna hann já, þessu við vinnum vel saman 100% nei, en það var ógeðslega gaman og við bara lögðum að staða út á land og það tók okkur smá tíma að komast upp í Mosó ég veit ekki eftir við vorum eitthvað svona brasast já, svo þurftum við að fá okkur eitthvað að borða já, og gerum það já og lögðum svo stað fyrst stoppa Akranes það var alveg ógeðslega það var bara stutt stopp hoppið maður fyrir utan bónus og settum eitthvað á TikTok og nokkur af ykkur komu það voru alveg fyrirlega margir sem komu á svona þessum tíma sko. já, og svo við gáum ykkur engan fyrirvara nei, en þetta var fyrsta fólki til að smaka bestis já, Akranes já, fyrir utan þessum kom bónus Móratorgum morgunin já, auðvitað alltaf utan á landi já er það höfuðborgarsvæðið? nei Kaldnes er það? Er það? já What? Það er Reykjavík líka, það er ekki Mosó sko. Mosó kemur á milli. What? Já. Skrítið. Það er mjög skrítið. En nei, svo bara fórum við aðeins á Borgarnes. Það var bara stutt stopp þar. Birta var ekki alveg nú ánægð með hljóðin sem er á Borgarnes. Ok, það var okkur svolítið fyndi. Sátum eitthvað í bíl og allt í raun byrja fyrir utan bónus. Og svo allt í raun heyrum við bara ég bara, er þú að heyra þetta hljóðu? Þú er, já, ég hvað? Hvað hljóð er þetta? Það var slögt á bílnum og eitthvað og ég bara, er þetta fristir? Þetta er bara að fara að bugga mig. Svo er ég bara, er þetta bara hljóðin á Borgarnesi? Já, við löpum út í bílnum, þú er þetta er hérna ennþá hérna. Er þetta bara hljóðin á Borgarnesi eða? Og ég var bara, ég held það. Svo bara ískur í ykkur drasli. Já, ykkur staði sem var það. Já, það var mjög fyndi. En það var bara mjög stutt stopp þar og svo bara... Við fengum að halda á barni, varstu? Já, við fengum að halda á barni í bónus, það var gaman. Við reyndar báðum ekki um það. Nei. Og þetta var líka svo, oh my god, þetta var ekki svona, nei, og sko við löpum inn í allar búðir, merta bestis. Það var í bleiku. Bara matching í alveg öllu, sko. Bara alltaf eins og við séum 12 ára, sko. 5 ára, sko. Já. Týpurar bara. Og löpum hann inn og eitthvað sem bara, oh my god, má ég láta hann á milli ykkar og hann var svona 2 ára gamalt barn. Já, aðeins yngra kannski, ég veit ekki. Gæti alveg verið. Eitthvað aðeins yfir eins og eitthvað, ég veit ekki. Já. Og bara má ég setja hann á milli ykkar og taka mynd og senda kærastafbréf. Já, svo tökum við myndir hann búin og ég eitthvað, við einsku líka ís út í bíl. Hann bara ekki, ok.
okay. Og fór bara. Svo labbaði hann í burtu og svo var ég bara, guð, hann veitur örugglega ekkert, þú veist, að við vorum að gefa út ís. Hann veit örugglega ekki neitt og hann örugglega er ekki að kveikja best ís, stendur fyrir ís. Og ís út í bíl. Og gefa honum. Og gefa barnið hans. Við vorum líka bara svona við erum að hvítum van að bjóða fólki ís. Já. Og stæði fyrst voru við bara ætluðu við bara að vera út og klikka bara langar í ís. Svo voru við bara, nei. Við getum ekki, við þurfum að fara út úr bílnum. Já, þú veist, þetta er ofsöss. Bara fullorðið fólk bara, hvað er í gangi hérna? Já, pældi bara barninu sem kemur heim, bara, mamma, hvítu sendifærabíl sem bauð mér ís og hún bara hljópst ekki burtu. Bara hvað mér góður, bara heldur á þessu bestis, bara hvað er þetta? Passið ykkur á þessu. En já, þetta var bara svona við ofugsaðum og við varum bara, hvað er þetta í lagi? Já, við fórum alveg svona, wow. En svo er ísbílinn, eða svona ísbílar eru hvítir í þannig. Já, en þeir eru með svona hljóð, það er rosa sniðugt, við þurfum alveg að gera það næst. Já. Ding, ding. Það er eitthvað að krífa í þess að við erum að fá eitthvað öðrís hljóð. Já, við erum að gera svona skemmtilegt hljóð. Við erum að hafa bara þímsang. Ég held að það væri bara... Bara on repeat, bara að fá bara ógera því. Það er bara því við erum svona ekskuð. Já, það er þetta gott. Já. Það er þetta mjög gott. Finnum það. Við erum byrjuð sem gerir það. Já. Ef það var svona, og ég gera það bara með, skilju. Það verður gott. Ok, þú veist, þið kannski fáið að vita, við erum bara ómikið saman og við byrjum að bulla bara. Já, nei, býðið bara. We're not even halfway there, sko. Nei, þetta er strax byrjað. Ég veit það. En ok, Borgarnes svo bara beint til Akureyrar. Já. Stoppuðu ekki þar á millitíðinni, það held ég nú ekki. Nei, við brunum bara gegnum Staðaskáli. Jú, herðu, já. Stoppuðum þar. Herðu, Já. Og Varmahlíð, það fengu stelpur bestís þar. Það er enda rétt, já. Það var mjög gaman, þeir sem að spottu okkur á bensinstöðunum, pissastoppunum okkar. Og svo bara fórum við Akureyri og strax stelpuhópur sem að spotta okkur þar og einhverjur... Já, einhverjur nokkur hópar þar. Já, það var bara mjög gaman. Já, fullt af fólki, við vorum að kastamarstu yfir í bílana og Já, þetta var ógeðslega gaman. Ekki ræma ekki með, ég er professional í því. Já. Mér aldrei geta aftur ef einhverju löggar að hlusta. Nei. Svo, já, þá tók við bara fyrsta kvöldi okkar á Akureyri, eða þú veist, eiginlega bara nóttin. Við rétt svona að fá okkur að borða og svo Já, það var bara klukkan miðnætti, sko. Já, það er allt lokað á Akureyri. Það er allt lokað á Akureyri eftir klukkan 10. Já. How do you live? Í ángreins, við vorum bara kapitið, borðið þið ekki seint þessu við. Er ekkert 24/7 hérna eða eitthvað? Við vildum fara út að borða bara klukkan 10. Já, það var ekki búið. Allt lokað. Já. Við þurfum að gera eitthvað í þessu. Já, ég held það. Það er ekki leiði. Það er ekki leiði. En það sem er á Akureyri, hins vegar, er Serrano. Og þegar það er opið, og ef það hefði verið opið, þá hefði við verið þar. Jöp. Ég sko uppgötaði Spicy Cajun quesadilluna á Serrano á Akureyri. Þegar Magnea var að fá svona, fórum á Serrano. Já, bara, damn. Og ég tengi hann alltaf við Serrano á Akureyri. Við vorum líka komast að því við Sunniva að það er Serrano sósa. Já. Og ég möttum að smakka hana. Já. Mjög spennt, það er eitthvað svona hvítlauks. Mjög spennt. Ég fæði með sumarburrito daginn. Já. Þú veit hún góð? Já. Hún var ógeðslega fest og góð, ég mæli með henni. Bara svona vildi henda því út og líka bara nachos ég bara að kreifa hver mér stegið. Já, secret menuið. Secret menu nachos. Wow. Geðveikt. Það er geðveikt, bara nóg jalapeno. Það er svo gott að fyrst, eða svona súrsa jalapeno. Já. Damn. Svo gott. En já, við fórum bara í eitthvað bita billu eitthvað. Já. Hvað hétt þetta? Leirubiti eða eitthvað? Já, leirunesti. Leirunesti, já. Kannski. Hittum við, það var alveg meistari hérna að serva okkur. Já, algjör meistari, sjáta á þetta hann. Já, sjáta á þetta hann. Gáum hann bestís allavega. Já. Og fullt af fólki hana sem voru að koma í bílunum. Já, í rauninni voru bara, neina, láta okkur friði núna því að við erum exposing ourselves. Já, alveg panta okkur grillaða samloku, sko. Og það var eina sem opið. Það var eina sem opið. Fengum grillaða samloku, bæði, á Akureyri, fá grillaða samloku með káli, honey mustard sósu og papriku. Trust me, it's good. Yeah. It was very good. En við vorum líka þarna bara svona, já, ok, geði þetta að vera á sem bíl, en stundum mætti að vera ekki mertur. Já, við þurftum alltaf að vera bara, þú veist, að reyna að vera sæta. Við vorum bara í bílum, bara ok, sjáum við náttúrulega ekki sem við erum að hlusta. En bara ég var svona að geða svona slugsi og svona eitthvað, hókinn í baki og eitthvað. Og svo allt í bara fólk að vinka okkur. Það var svona, já, þið sjáu okkur. Já, þið veitir hver er þessi bíl, ok. Það er auðljós bara hver á hana bíl. Tvær myndir af korri á svona bíl, sko. Svo bara, sjúkar, sko. Já, næstu morgun hófst síðan bara Netto Glerártorgi. Já.
að gefa smakk. Já. Það var ógeðslega gaman. Var fyrir utan hana í stemmingunni. Já. Og hittum ógeðslega marga og það var bara ógeðslega skemmtilegt og ísinn var sjúklega fljótur að klárast inn í Netto. Og svo eftir það áttum við ykkur örfá ís eftir og ákveðum að kíkja á vinn okkar í Blöss. Já, fyrst sem fórum inn í Blöss. Já. Ótrúlega flott. Ótrúlega flott og bara gaman að fá að sjá að fá að sjá búðuna þar. Það var að heyra svo mikið um hana og líka bara gaman fyrir ykkur, þú veist, á Akureyri eða ykkur bara út á landi, skilur sem geta aðeins komið og fikta aðeins í testránum, svona að finna hvernig það er. Skoða, já. Og það var ykkur hópur, í ykkur svo skemmtun. Já, við náðum ekki alveg að tala við þær, en þær voru í miðju myndatöku, en við gáum starfsmönnunum bestís og við vonum að því að blessun alltaf bestís okkar. Já. Þannig að við vonum að þið voru að njóta hans, en já, búðin var ógeðslega sæt. Bara, þú veist, lítil og krútleg með svona augljóslega bara öllu. Það var bara svo komin í mini-Blöss. Já, það var bara mini-Blöss. Það var gaman þegar maður sér svona, já, það er uppskrift af þessu, skilur. Já. Þannig að það var alveg svona, svona útlitið og hönnunin. Fannst það að vera inn í Blöss. Já, 100%. Það er svo geggjað. Og svo bara, þú veist, samt sá maður að, þú veist, allar helstu vörur voru þarna. Bara allt. Já. Þannig að bara geðveikt, geggjað og starfsfólki ógeðslega næs. Alltaf. Ógeðslega næs, þannig að ef þið ég leið hjá, þá bara, þetta er bara svona must stop. Það er bara Skopun, Serrano og Blöss, skilur við. Þetta er alveg bara svo leiðis. Einmitt. En já, kíktum á það. Svo kíktum við í hina búðunar sem voru líka að selja bestís, bara til að sjá stöðuna og það var alveg ágætist til. Það var náttúrulega nýbúið, þarna var þetta búið að vera í klukktíma. Já, búið að fylla á, já. Hvar var það? Það var á Akureyri, það var bara, já, ég keypt senasta. Já, vorum ennþá, hvort við vorum að keyra til Egilsstað og þá fengum við þessar fréttir. Já, ok. Já. Það var svona bara 20 tímum seinna. Já, það var bara 100%. Já, ég sá, það var eitthvað, þetta var seinast inn í krónunni eða krónunni. Við vorum bara, það var fyllt hann rétt á hann. Já, bara við vorum hann rétt á hann. Við vorum hana. Alveg sturlað. Sturlað. Svo fórum við, einmitt, leið okkar hélt til Egilsstað. Hvað við erum góður, sko. Þarna átti ég náttúrulega að vera, að því ég var passenger princess, það á ég að vera fyrsta lagi. Það var ekki þá. Það var eftir Egilsstað. Og leiðinu á Jökulsárlón. Ok, skal gefa þessu sögur. Já. En á leiðinu til Egilsstað þá var bara, já, fyrst, við vorum að reyna alltaf góða veðrið og við náðum því og hittum ykkur á Egilsstöðum. Man lítið eftir þeirri kerslu. Já, ég var á fullu í tölvuna, svo var tölvupóstum og eitthvað. Já, og þú veist að bóka hótel og cancela, því við ætlum að fara sívalingin. Já, ætlum að fara sívalingin eins og við köllum þetta. Já, ætlum að fara til Stykkishólms og tilbaka, en svo gul viðvörun. Já, við tristum okkur ekki til að keyra út af veðrinu og því vorum á svona bíl sem var alltaf stór og beinskiptur og þungur og við óreindar. Já, og það stóð líka bara óreindir. Menn bara ekki fara. Já, við varum bara, hringurinn er ris. Já, þannig að Egilsstaðir komum þangað og hittum fullt af ykkur fyrir utan neitt og svo fyrir utan sundlegina. Egilsstaðir er líka svo krúttlegt, það er svo auðvelt, þetta er allt svona lítið samfélag svona, svo auðvelt að bara hitta alla einhvern veginn á sama stað. Já. Sorry að þið hittuð okkur ekki svona. Við leiðum svo hittuð svona 1 milljón manns. Ég veit að við hittum ógeðslega mikið af fólki en alltaf ykkur sem mista á ykkur sem sendu að var að vinna, var þetta. Já, og líka því að þarna við spurum ís fyrir Egilsstaði því að Akureyri var komið með í búðir. Þannig að við gátum ekki fyllt á. Já, Egilsstaði var ekki með neitt, þannig við gáum ótrúlega mörgum þar. Já, ótrúlega mörgum. Hann er leiðinu út um allt. Já. Þetta var pre-launch. Já. Þannig að það var ógeðslega gaman að Egilsstöðum, gaman að vera hans í sólinni. Já. Svo byrjaði bara rúndurinn. Við vorum hana í hvað, 1,5-2 tíma. Já, eitthvað svo leiðis. Svo byrjaði rúndurinn sem átti að leiða okkur á Jökulsárlón. Já, og sko, ég ætla að segja ykkur það. Við erum búin að keyra allan tíman on map. Já, að því við getum fyllt. Það er alltaf bara ógeðslega auðvelt að keyra og svo fattaði ég ekki þarna við höfum aldrei keyrt sjálfar frá Egilsstöðum og suður að Jökulsárlóni, nei bara ekki neitt held ég held ég aldrei keyrt hana nei. Því ég hef alltaf snúið við út af veðrið eða eitthvað Já, ég hef aldrei keyrt hana sjálf sko. Nei, aldrei og þannig að við bara, við höldum bara fram þetta skilsmyndir Egilsstaðir við bara höldum beint áfram allir tíman eins og við erum búin að gera allir tíman Nei
svo allt í einu, það er náttúrulega mitt job sem passenger princess. Vorum tæpara tíma. Við þurftum að flýta okkur. Við þurftum að vera komnar til þess að geta fengið að borða. Enn og aftur. Já, við fengum ekki að borða á Akureyri og svo núna var náttúrulega veitingastað, hótel út í Raskati, það er ekkert í kring. Nei. Þannig að við áttum bókaborð 21:30 á hótelinu og þú veist, það lokaði 21:45. Fyrir mat. Þannig að við vorum bara verðum að borða, verðum að komast, þannig að við brunuðum bara frá Egilsstöðum. Little did we know að þetta er ekki bara beitum veður. Nei. Og það er að beygja eitthvað. Já. Og við fórum í Snæfell. Eitthvað lengst. Við vorum bara, vá, hvað er fallegt hérna. Þetta er bara eins og sem í Noregi, bara, þetta er ekki Ísland. Við vorum bara í ykkur, við vorum bara aldrei komið að næða. Við vorum bara á Hálendónum, í ykkur fallegum skógi með geggjum tjaldstæði og fólk bara eitthvað geðmikil væpi. Þetta var eins og eitthvað simulation. Jú. Literally. Já. Og við bara aldrei séð þetta var svo gorgeous og bara, hverjir eru hérna? Já, af hverju eru þið hérna? Hvar eru þið? Hvar eru við? Svo bara allt í einu eru komin bara, allt í einu eru bara fjöll. Og Birta bara, hvað á ég að beygja? Bara hér, hvað á ég að gera? Hérna stendur okkur að beygjur, já. Hérna stendur Snæfell eða eitthvað og þú var eins og nafni sem við þekktum á skilstónu. Já, við bara falltum við. Og ég var bara, býtu, hvar erum við? Fórum í mapsið og mappið var bara tripping af því að það var svo lélt net. Og ég var bara komið kvíðan hnút í maður. Birta bara, hvað á ég að gera? Ég var bara, og svo bara rírátaði mappið og það var bara 4 tímar allt í einu. Það var 3,5 fyrir hálftíma. Þannig að þarna eru bara lengist klukkutíma. Ég var bara, nei, þetta er ekki að gerast, þá missum við borðinu okkar. Nei. Og Birta bara, ég var bara áfram. Ég bara, snúðu við núna. Þannig við stýrum við. Við fyrstum samt að hversu langt við þurftum að fara tilbaka til þess að við... Hvar við mistum að beginni. Já, hvar við mistum. En ég var að segja Birta því ég var að horfa á mappið. Ég bara, Birta, allt þetta simulation fallega dæmi sem við vorum að áttum við ekki að sjá Hobbiton, það er bara, við áttum aldrei að sjá þetta. Nei. Þetta var allt bara, en við tókum screenshot af því við ætlum að reyna að fara hann í daginn. Já, alveg rétt, við gerum það. Ertu með hvað það heitir? Eða þú veist, hvað þetta var eitthvað? Þetta var rosalega fallegt tjaldsvæði. Geðveikt, en ég tók bara screenshot af mappinu, en maður sem við þetta árekstur hérna. Einn daginn fyrir þanga aftur. Einn daginn, sko. Ég get ekki beðið. Þetta var eftir Egilsstaði, eða ekki? Jú, þetta var eftir Egilsstaði. Hérna er það. Þetta er Múlaþing. Múlaþing, rosalega fallegur staður. Já, við fórum gegnum allt það nafn. Já. Nafn, vatn, meina ég. Þetta var rosalegt. Það var mjög næs. En já, en þegar við snýrum við þá minnkaði þetta 40 mínútur, þannig að við vorum bara 20 mínútur senar. Já. En svo vorum við bara akkurat time. Já, við vorum akkurat time. Sko, við þurftum síðan að snúa við og við þurftum að keyra niður eitthvað sem heitir Öxi. Já, það var bara upp á fjalli, sko. Já, það var bara creepy dæmi og maður verður svo dasaður á að keyra svona. Já, þú ert bara með fókus allan tíman. Já, og maður er bara, vorum búin að borða ís, búin að drekka nokkuð og svo vorum búin að gera allt þess og ég var bara, ok, og svo vorum að fara bara eitthvað malbyggi búið, bara eitthvað steinaveg og bara, ok, erum að halda okkur vakandi og það var alveg svona já, það var challenging kyrstla þessi Öxi, eða hvað sem þetta hét hana niður að þú veist eins og að þú mútið fara niður Djúpavog já, þetta er allt hérna malavegur og upp á hálendi mikið kröppumbegjum, mikið blindhæðum ekki netsamband ekkert netsamband hræðilegt, við vorum bara, er eitthvað neyðarsímar hérna ekstar, eitthvað gerist og bara, þengu að það var engin vindur og það var bjart og eitthvað sko. Fullt af einmitt svona blindhæðum, skilja þessum og sást ekki hvort eitthvað var að mæta þér og einbreiði vegir og þú þurftur að fara til hliðar og eitthvað, það var alveg svona smá challenging á svona bíl, já, við erum ekki vanar en þá fórum við í eitt svona leik sem var svona hérna lög kannski skemmtilega roadtrip leikur fyrir einhvern ef þið er að fara að taka eitthvað roadtrip núna næstunni, það er náttúrulega stórferðahelgi framöndan þar sem við viljum svona kategóri út að spila lög, þannig að við vorum þú veist við vorum að gera alls konar og alveg bara þú, þetta er lag í jarðarförinni já, alveg hvað lag við spila í jarðarförinni break-up-lag og eitthvað svona brúkupslag og þetta bara svona alls konar, þetta var alveg skemmtilegt og það var svona, ég held okkur smá svona upbeat og spennandi, sko já, það var geggjað það er allavega gaman, af því að hérna, ég náttúrulega gæti ekki verið í símanum auðvitað ekki að ég var að keyra þannig að Sunniva var samt, þú veist, ég fann það líka þegar þú keyrir hana, sem segir frá því eftir en hérna, maður einhvern veginn er samt ekkert í símanum þegar hinn er það ekki Nei, maður er bara að vera með, skilur. Já, bara, þú veist, að því að maður vill ekki detta onni í eitthvað svona són og hinn líður eins og sé einn eitthvað. Já.
Ég var bara í símanum þegar við þurftum að vinna í símanum. Já. Það var eiginlega mest hinlegin, en þarna var ég bara, við erum bara hér saman. En þá vorum við líka að vinna saman. Já, skrifa þetta, gerð þetta, einmitt. Þá vorum við svo mikið saman í því. Maður á ekki verið í símanum bara eitthvað einn að skróla á TikTok ef maður er að keyra með einhverjum. Nei, það er bara óskrifuð regla. Já. Hörru, afsakið þetta, bara verið að hringja mann hérna, talandi síma. En þegar við vorum að keyra frá Egilsstöðum og á Jökulsárlón, þá fórum við gegnum svona 5 árstíðir. Hvað var að gerast? Sko, og líka bara klukkutíma. Við fórum í gegnum svo margar eyðimörkir, eða sem við vorum að kalla eyðimörk, og við fórum Dúns og eitthvað. Já, þetta var crazy. Bara keyrið eitt frá Egilsstöðum að Jökulsárlóni eða suður. Það verður bara að gera. Það bara verður að gera. Það er mörg gert það, en ekki gera það samt. En þetta var crazy, Það var ruglað. En þarna byrjuðum við að pæla hlutum. Já, þarna vorum við bara alveg það var líka svona funky. Það var svo funky og það svona tók yfir mann svona funky hugsanir. Bara leið að við komum aðeins á Suðausturlandið, þá vorum við bara what the fuck. Já, þetta var hvað er að gerast? Bara það sem triggeraði mig mest voru svanirnir. Það triggeraði allar þessi hugsanir. Nei, það byrjaði aðeins fyrir sko. Að það? Já, ég er hérna að því að sko Við byrjum ekki við googluðum aldrei akkur svaninni væru. Nei, við gerum það aldrei sko. Jú, kannski er það bara að byrja á svipum. Ég held að þetta byrja stutt eftir svanina sko. Ég með þess að Google history okkar. Þetta byrjuði að pæla í öllu. Já, öllu. Þannig að fyrsta sem ég tek eftir sem að, þú veist, en það er rétt, við vorum bara, hvað er þetta, hvað er að gerast þarna, hvernig var þessi lína lögð, við bara fórum að pæla í öllu. Og eitt af þarna fyrsta sem ég sé, sem við byrjum hann að googla þarna á leiðinu þangað, við erum búin að googla þarna Hótel Jökulsárlón, svo vorum að gista og bla bla, svo byrjum við yfirgefið flugbrak. Já, þau vorum að ræða það. Já, vorum að, En það var ekki nærri strax í ferðinu okkar, svo. Nei, við fórum bara að ræða það af einhverjum ástöðum, við veit ekki af hverju. Þetta var því við vorum að þetta lúkkaði eins og það svæði. Það svæði, já. Þannig að við fórum að reyna að vita hvað gerðist og þetta var líka ekki flugbrak, þetta var flak, og við lærum það. Við vorum bara flug, brak, já. Svo bara fann ég ekkert það. En googlaði það á ensku, þá kom allt það. Abandoned plane. Iceland, en þetta er náttúrulega því sem hafa séð Justin Bieber lagið, við hafið séð þetta. Bara Sólheima sandi eða Strandur, já. Hvernig manstu það? Ég vissi það bara áður. Ég ætlaði að fara þann áður. Ok. En svo var ég bara klukkutíma lapp fram og tilbaka 2 tímar, nei, já. En þetta er sem sagt það sem við lærðum, við viljum að segja ykkur allt sem við lærðum sem sagt. Þetta er vél frá ekki svo lengur síðan. 1973 eða eitthvað. Já. Þú vorum alveg að tala bara Við getum alltaf ítt á það. Já, ég veit. 1973, þetta var einhver US Navy, þetta var einhver herþota og hún var, það voru nokkrar heimildir en ég held að með hvað ég skoða mikið að lingum að það var hún bensínlaus frá Höfn og þarna leiðinni á Keflavík eða eitthvað leiðinni til Keflavíkur og hún hrapaði allir lifðu það var bara krú í vélinni lifðu öll af en af hverju hún svona strippuð er að því að þeir tók alla aukahlutina og endurnýttu þá Bæsími. Líka meðtaka hvað gerðist. Já, tók alltaf aukulhutuna og reyndu endurnýta og flugflakið var geymt þarna eitthvað til minningar eða eitthvað. Eitthvað svona for reminder eða eitthvað. Þannig að við vorum bara, áhugavert. Næsta sem við fórum þá að pæla í að því við þarna vorum við á mjög drungalegum stað og þá fórum við að pæla í drungalegum hlutum. Þá fórum við að pæla í Tyrkjaráninu. Já, allt í einu segir þú bara að Tyrkjaránið Vestmannaeyjar eitthvað bleið. Þarna vorum við, þú veist, þið getur bara sett ykkur inn í mindsetið, við erum bara að selja bleikasta Íslandsins, bara í bleikustu fötunum, bara, svo vorum við bara keyri gegnum, svo svart og drungalegt, að við vorum bara, hvað með Þetta segir bara hvað veður getur haft áhrif á skap og pælingar og eitthvað. Ef maður er alltaf bara jolly 25 gráðum og allt heiðskipt, þá er maður ekki pæla neinu, sko. Nei, þá er þetta bara akrisk, sólinn svona gul. En við vorum bara Tyrkjaránið og svo fórum við að lesa það og af hverju þetta var kallið Tyrkjaránið þegar þetta voru ekki Tyrkir. Þetta voru bara múslimar. Þetta var fólk frá Afríku eitthvað svona, en Tyrkir voru notað sem annað orð. Já, það var þýtti múslimi á þeim tíma var notað eitthvað svo leys, og það var aðslægt skilur að ég held alltaf bara það var tengt Tyrkjum. Já, það var tengt Tyrklandi en whatever.
Svo bara, þú veist, vorum við að lesa um það? Já, vorum við að lesa um gerðist það, þetta var alveg galið. Við mælum með að kíkja á smá history, sko. Já. En maður lærði þetta í mennskóla, kannski. Jú, grunnskóla, já. Landsíðan ég heyrst þetta, Já, sko. það er bara landsíðan ég En að tala samt um ég held að við hefum eitthvað rætt þetta í MS, að ég man eftir því að þú sagði mér hann að söguna með gæluna baka steinin eitthvað mann áður. Ég hefði sagt þér hana áður. Ég held það, sko. Okay. Ég fekk alltaf á svona smá déjà vu. Já, ok. En kannski varst þú að tala um eitthvað síðan úr history. Já, Skilurðu, mér minnir eins og mér hefur sagt þessi að því ég var bara í Eyjum sjálf, þú veist, eitthvað svona fjölskyldunar ömmu frá Eyjum. Maður lærði samt þetta einhvern tímann. Jú, maður lærði þetta, sko. En, þú veist, ég veit ekki með þessa sögu, en það sem ég var að segja við Sunnu er að það, þú veist, er einhver steinn, sem sagt, í Eyjum, Vestmannaeyjum, sem að allan að mér var sagt, ég veit ekki, sem að, er eitthvað svona pínu merkilegu steinn, eða svona varveittur steinn, eða eitthvað svoleiðis að því að sagan segir að kona falið sér þar á baku með nýfætt barn og einn af þeim sem voru náttúrulega ræna Vestmannaeyjum hefði komið hann og ef þau mótmælt að koma áttur basically að vera drepinn en hann gataði ekki að þú var með nýfætt barn og vorkindinni þannig að hann leiði hann að vera sem var þú veist ekki það sem var gert þannig að já, við fórum að pæla í þessu Já, við lásum allt um Tyrkjaránið Já, svo er hérna að googla Ólafur Egilsson Tyrkjaránið Já, það var óvart. Allt í henni var bara, hver er þetta? Og það var ekki eitthvað prestur? Jú, já, það var eitthvað prestur eða eitthvað. Svo næsta hérna, hvenær var Ísland numið? Þannig erum við alveg. Þannig voru við bara, þú veist, þetta var Tyrkjarán á 1600 og eitthvað. Já, jú. Eða 800 og eitthvað. Og ég var bara, hvernig voru við bara víkingar að lifa hérna? 1627. Já, 1600. Já. Og ég var bara svona, hvernig gátu við bara verið víkingastígulunum okkar, hvað sem þau voru með á fótunum, skilurðu? Þegar fólk verið úti á þessari öld, skilur hvernig liði þetta af? Og þá var ég bara, hvenær var Ísland fundið? Já, nei, þú skrifir sko, hvenær var Ísland numið? Já, þú veist þetta landnám Já, nei, það er bara svo fancy Það kunni segja það Og svo næsta sem er hérna Visit þetta er Saga Íslands En við gáðumst eitthvað vorst fljótt upp á því Já, það var aðeins mikið. Já, þetta var húf. Já, ég var að reyna að lesa og þú veist, maður ekki hafa, ég sagði eitthvað, hvað það var lítið einu sinni. Það er búið stækka skilur. Já, þá kom næsta pæling. Þá byrjuðum við að tala um sjóinn. Já. Það var háurningan eða ekki? Nei, hvalir með mjólk. Þá erum við búin að heimsækja. Hvernig kom það til tals? Sko, við vorum... Og tala um ís, eða ekki, hvalamjólk. Voru ekki að tala um ís eitthvað, þú veist, pældi að við myndum nota hvalamjólk í einhvern ís. Ég var ekki að djóka með það. Já, nei, við keyrðum fram hjá þarna lagseldinu. Já. Og þá voru að tala um, þú veist, er það ekki? Nei, það er alltaf snemma. Það er alltaf snemma, já. Já, við erum löngu komin fram hjá því. Já. Og ég held að fórum að tala um eitthvað dýr og að deyja út og eitthvað svona, nei. Sá ég ekki mynd af hérna, ég var eitthvað í símanum og ég sá myndina sem þú varst að tala um af háhyrningunum. Keiko, já. Og þá byrjuðum við að tala um hval. Nei. Við vorum að rifja upp að þú spurði mig í ferðinu fyrir 2 dögum áður. Finnst þér eitthvað dýr í sjónum sætt? Alveg rétt. Og þá fór ég að tala um, finnst held ég hvalir sættis? Já. Það er svona eina dýri sem ég finnst allavega krútlegt, skilur. Og þá byrjaði ég að tala um, og þá byrjaði að tengja við ísinn, hvalamjólk, pældi ég að við nota hvalamjólk. Þú veist, eru hval með mjólk eitthvað? Já, það ekki, eru þeir ekki með mjólk? Eru ekki spendýr, þeir fæða kálfinn og þeir heldur kálfur líka, skilur, eins og beljur og það er þetta kýr. Þannig ég bara hlýtur að vera, það er mjólk og hefur ekki séð á svona litla svona svona, þú veist, aftast hjá þeim. Þú byrstu að bara, nei, og þá var ég bara, er ég að bulla? Og googlaði þá, ég eru hvalir með mjólk og það er bara alveg staðan. Þá kom næst, er hægt að mjólka hvali og selja úr þeim mjólkina? Er þetta googlið mitt nákvæmlega? Nei, þetta er vísindavefur heimasíða, þetta er linkur sem við heimsækjum. Já, og ég segi ykkur, hvalamjólk er svo tannkrem. Já, þykk og svona inconsistency og tannkrem, já. Sem meikar, svo rættum við þetta í góðar 40 mínútur. Sem bara vákaði make a sense svo það blandist ekki í sjóin. En það var talað um að þú veist, það er í raun og veru ekki búið að rannsaka það nóg. Þess að fara með heimildina, að það er ekki hægt. Það má náttúrulega ekki veiða hvali sem eru með kálfa. Það hefur bara verið rannsaka mjólkina sem að, þú veist, með ólita kú, skilur. Já. Og það er allt öðruvísi heldur mjólkandi kú. Já.
Þannig að við lásum mjög mikið þetta. Okkur finnst þetta mjög áhugavert. Við erum náttúrulega bara, þið þekkja okkur, við elskum sjóin. Þetta var ógeðslega áhugavert. Þannig að þú veist, ef þið vitið ykkur meiri heimildur allt sem við tala send us. We wanna know everything. Komst það meira prótein í þessari mjólk heldur en mannamjólk? Já, og minni kolvetni? Já, og við skildum það alveg, því að þú veist, þau náttúrulega þurfa miklu meira prótein en það bara miklu stærri skepnur, já. Þetta var ógeðslega áhugavert. Svo rættum við bara hvað lengi. Næsta sem kemur þá upp að því þannig erum við að keyra einmitt aftur í svona frekar drungalu og alveg framhjá miklu og þannig erum við að keyra framhjá Vatnajökul. Já, vá hvað hann stór maður. Risastór. Þá voru bara... Þá byrjuðum við Vatnajökul eruption. Við fórum að hugsa, hefur hann eitthvað mann gósir? Við langar að muna hvað hann hét einu sinni. Ég maður það. Myndir að sér það? Nei, ég sé það ekki. Ég er bara með search history. Hvað hét hann aftur? Ég held ég muna. Má ég segja? Ég býti. Ok. Jú, ég held ég maður ekki. Var ekki Kloppajökull? Jú, Kloppajökull. Hann heitir Klofjökull. Klofjökull, já. En hann hafði gósið. Hann hafði gósið. Við vorum eldstöðar í Vatnajökli. Sko, við urðum svo 500 sem klárar eftir þessu ferð. Já, í alveg, við erum bara að læra helling. Landið okkar. Við þurfum að fara oftar að kringa ykkur í landið og læra hluti og hætta að pæla ykkur öðru en Hollywood. Þetta að fara að breytast í Kloppajökla. Ísland numið Kloppajökull. Hvenær var Íslands numið? Kloppajökull. En googluðu við samt ekki á undan því nýju burstana frá Real Techniques? Sko, við gerðum það ekki, við þurftum ekki að googla og við skoðum það á Instagramin hjá Beautyklubnum og erum ekkert eðlilega spenntar. Þetta eru svo fallegi burstar. Já, það eru svo 4 nýjir. En vá, sko, ég er svo spennt. Við erum eftir að sækja okkar. En við erum með Glow Round Base förðunarbusta. Með 259. 259 og hann er svona flatur, ég get ímyndað þess að gegja fyrir mig. Já, það er geðveikur. Og svo erum við með Powder Pigment Blush förðunarbustan, 453 og hann er svona kúftur, hann er smá svona hálfur sívalingur. Já. Næst í hringir í landi. Einmitt. Sem er geggjað fyrir blush. Svo erum við með Bubble Blending Makeup Brush nummer 260. Ég held að þessi sé líka geggjað makeup brushi. Já, ég held að hann geti verið mjög góða líka. Fyrir þá sem fílar svona geðveikt densað, en líka til þess að blenda út kontórið. Einmitt. Ég held að geti verið geggjaður. Hann er svona flatur en kúftur samt. Hann er ekki alveg hringla eins og blushbustin. Hann er svona kúfta. Já. Þetta er örugglega perfect make líka. En ef við þekkir Real Techniques rétt sem ég held ég geri, er að þetta er, hann lukkar eins og sé ógeðslega svona harður, en svo hann er það ekki, já, og svo bara mjög mjúkur. En shape-ið á hann er ógeðslega þægilegt. Þetta getur gert svolítið svona jafnt, skilur, eða svona skarpt, fattiði mig, eins og kontórið. Já, en ég held samt að Snatch and Sculpt Contour förðunarbustin um 261 hann líka, já, perfekt fyrir kontór. En það er líka bara, fyrir svona meira detail, skilur, fyrir kannski upp á ennið eða, þú veist, naban eða... Já. Hann á allavega falla fullkomlega kinnbeinunum skikkingabusti sem hættir að nota í fljótandi krem og púður til að skikja andlitið. Þægilegt. Já, þannig ég er að drepast á spenningi. Ég líka. Það langt sem ég var svona spennt fyrir við vorum að fá nýtt set sem ég elska. Já, elska það, elska Solar Power, sko. En þú veist, þannig að þeir eru með svo góða bursta, en þessi eru svona, að því það koma stakir líka, þá lífum við að sé svona ekstra svona spes. Bara these are the good ones. Já. Eða þú veist, ég elska línur, en það er sjaldan sem ég verið svona spennt fyrir svona stökum, en ég er ógeðslega spennt fyrir þessum. Same. Og þetta er líka bara the OG litir. Einmitt, appelsíngul og bleiki. Já, bara the Real Techniques colors. You know we love that. Þannig að við ætlum að fara að pröfa þetta og látum ykkur vita hvað okkur finnst. Klálega. Spenntar að segja ykkur frá. Já. En já, Vatnajökull hefur gósið. Hann hefur gósið. Já. Og það var rosalegt gós 1996. Já. Árið okkar, september 2003. Já, þarna fórum við alveg að ræða, sko, rottu árið. Rottu árið. Já. Og við erum búin að fatta það, þetta komið kjölfari. Við vitum hvenær næsta gos verður. 2032. Já. Verður næsta gos í Vatnajökli. Og það verður eitthvað voðalegt case. Og bara allt mun loka og allar flugstöðar. Og allir mun hata okkur hérna Íslendingarna. Þegar við erum eyðileggja allt hérna, aviation. Mark our words. Í alveg talað, ef þetta gerist, það er næsta rottu ár. Næsta rottu ár. Við erum að tala um Vatnajökull gausana 96, við erum að tala um COVID 2020 rottu ár. En við fættumst vissulega 96 líka og þeir eru ekkert eðla blessed. Þannig að það kemur alltaf góð blessing með, sko. Já, algjörlega, þú veist, ég varð ólétt þarna 2020, skilur, og þið fengu emblu. Bara, gjör svo vel. Gjör svo vel, vá hvað þið eru blessed.
Við erum það allavega. Já. Svo voru náttúrulega endalaust að keyra yfir innbreiða brýr. Ætlum við aldrei svona að nefna svaninu aftur? Jú, ræddu svanina. Ok, þú veist Þetta var að alveg það galið. byrjaði þar, sko. Já. Ég verð að segja ykkur frá svona svönum. Ég er búin að dreymi þá, sko. Í alvörunni? Já. Þetta, þú veist, þú ert hræddur fugla. Já. Þetta hræddur mig, sko. Því ég hræddur súlur sem er fugl. Þetta myndi mér svo mikið á hann. En hérna, þetta var sem þetta byrjaði, við vorum bara að keyra ykkur ógeðslega creepy fjöru og bara geðið mikið svona, ég gleymi allt fucking orðið yfir þessi. Gufa. Þoka, já. Ógeðslega mikið þoka og drungalegt. Svo er bara, vó, 4 svanir. Svanir, 5. Byrju, það eru fleiri svanir, 10 svanir, bara alltaf mikið, aldrei séu svona stórum hóp. Við erum alveg að keyra hratt, þannig að þetta ekki ímynda hvað varum að sjá mikið. Og ég var bara að segja þetta bara, ég var með munnræpu. Svo bara, Birta, fleiri svanir. Og þú náttúrulega sást ekki eins og ég, af því ég var náttúrulega ekki keyra. Já. Og svo, sko er ég bara, ég er örugglega í svona 10 mínútur að segja, meiri svanir, Birta. Bara, að ég hef aldrei séð svani hópa sig svona. Ég er ekki að djóka, ég er ekki að ýkja. Það voru örugglega svona 400.000 svanir hana í lokin. Sástu það út á sjó líka, mástu? Já, það er örugglega rétt hér, sko. Þetta var svo löng vegferð, þetta var svo löng lína líka. Þetta var örugglega við að keyra í góða 10 mínútur og þeir voru ennþá keep it going. Það var bara svona svo, þú veist, basically svo sjáum við þegar svona mýflugur bara komið sér saman í svo fljúga gett út allt í kringu blóm eða eitthvað. Svanir. Já, bara út allt. Út alveg fjöruna, sjóin í fjörunni og svo lengst út á hafi líka. Ég var í áfalli. Það er eitthvað að segja mér. Hvaðan koma þeir, hvernig komast þeir þarna, hvað er að gera hérna? Það er bara búin að fessa það, Birta kom með góðan punkt, sko, hún eitthvað, hvað borða þær? Ég eitthvað örgulega svona síli og eitthvað svona þara og eitthvað þannig dót. Hún eitthvað, það er örgulega mikið að því þarna. Já, hlýtur að vera. Já, make sense. Já, make sense. En við vorum með... Þú varst líka bara hvað veist þú með þetta sveitabær þarna er bara rækta og ég held að fólk rækti ekki svona. Þú veist það ekki? Nei. Ég vissulega, þá væri þau örugglega bara svona, hei, ég held þetta svo mikið. Stopp. Ég held þér væri hættir. Já, en kannski stoppuðu þeir og hinn er bara held áfram. Byrjuðu bara með 2. En þetta er líka vandamál sem við fundum fyrir þegar við vorum að keyra hringferðin okkar góði. Við vorum aftur spurningar sem við fundum síðan sjálf við svörin. Já, bara búa til svör. Við vorum bara, já, þetta er bara 100%, já, þau bara gert þetta svona, nei, þetta er bara svona, já. Birta spyr mig að einhverju og ég segja bara eitthvað og hún er bara, já, það er örugglega þannig. Þannig og öfugt, þannig að við erum bara ákveð eitthvað. Já, þú veist, sem er ekkert að gera okkur gáðari, sko. Og þá byrjuðum við að googla líka. Já, eftir við vorum bara, ok, við vitum ekkert hvað við erum að tala um. Nei. Hver er munurinn á fljóti og á? Já, góð spurning. En það er straumurinn. Já, straumurinn. Á með við hvað ég las. Já, það er rétt. Og svo líka náttúrulega sprænan, eða þannig að, hvað heitir hann litla? Fljót á lækur. Lækur, já. Já. Það er lítil straumur þar. Næsta sem við förum í er, hérna, how is oil pumped? Þannig voru komin að ræða olíupallara. Hvað kom það? Næstu meina hafið ekkert pælt, við bara... Vorum við ekki að tala um landnámið aftur og bíla og hvernig þið voru til og þú byrjar allt í þú randóli kost með olíuna, mann því. Svo er bara svona, hvernig, þú veist, hvernig var fyrsta manneskjan að ná í bensín? Já. Og já, þú skildir ekki hvað, þú skildir ekki hvaðan olían kom og hvernig þið pumpan í eitthvað, þeir situr bara svona geður langa bóra við röri inn í og síst í gegnum röri og það var rétt. Það var rétt. Allavega þarna var gískjum mitt rétt. Allavega það sem er náð under the seabed, eins og við googlum hér og svo erum við komnar í when oil was first discovered, how did people learn what to do with it? Og þetta gáðist við. Þetta var óflóki, ég var bara með langar að horfa á heila spólu. Já, við bara, nei, þetta er ekki virkað þetta. Ég skildi ekki name terms sem ég var að lesa hana. Já, nei. Svo næsta sem við erum að googla er hérna langoustine soup, þá erum komin út að borða og vissum ekki hvað það væri. Það var humarsúpa. Svo hérna er eins og ég sé óvart búin að kannski eyða eða eitthvað Fórstu inn á Google Chrome kannski eftir þetta þegar ég var að keyra þannig er ég næst að keyra Já, en þetta er bara Google, við loggar inn á e-mail okkar skilu, þetta bara, en ég var eitthvað að eyða á þann sem átti að vera fyrir dag, ég veit ekki ef ég eyddi óvart kannski gömlu, en ég veit að við fórum mjög mikið að pæla í ísbjörnum það er eitthvað sem vantaði inn í þessu sögu og hvenær þeir komu og svona
að þið vorum að tala jökulsálón og þetta jakar, skilur, jökull okkur fast skrítið að þú heitir jökull, ef þú ert jökull, skilur, stór jökull og líka ef þú ert svona jökull sem bara ofan í vatninu. Já, sem ofan í jökulsálóni. Það er ekki bara ís þá kannski. Já, það einmitt ekki hérna inni, sko. Nei. En það var einmitt á þessum sama degi. Og þá byrjuðu, já, þessu ísbyrninni, þeir komu með jökulánum, skilur yfir. Það var bara mjög áhugavert og við lærðum helling. Alveg helling sko og fórum með míðan völl. Já, komst líka því að við vorum bara að tala þegar ísbjörnin kom inn daginn, eða á sín tíma og ég bara, já, hún svo litla þegar það gerðist þannig nýlega á okkar tíma, skilur, síðan við fættumst og bara pínlitlar í manni voru svo hræddar og eitthvað svo var það 2016 Já, bara útskrifur MS og 20 ár Já, bara gæsla fyndi en hérna, hann kom Söðukróki og þá voru líka bara, já, það er tvítut maður bara lítið barn þá, sko Já, svo vantar líka the most dangerous animals on Já, the list listin átti góði Við gískum strax það var moskítóa nummer 1 Já, það var rétt Komum grófur 100 var mjög ofalega Nummer 4 eitthvað Já, og manneskjan við bara svona Og nummer 3 Pyrrandi að hafa hann inni eitthvað svona Snákur, já Það var alveg svo leys Ég manur ekki að lista utan á, sko Já, þetta var ógeðslega skemmtilegt Númer 10 var ljón Já, númer 10 var ljón, já, það var fyrsta, já Svo kom flóðastur, svo kom fíll Já Maður er alveg með þetta Þú bara spurðið mig núna hvað er top 10 ég með þetta Ángríns Tilbúin fyrir quiz Ég greinilega eitthvað eitt óvart hérna Ég held að það var Ég byrði screenshot það líka eitthvað ef síminn minn er ennþá á lífi Hvernig er hann ennþá lifandi? Ég er ennþá ekki bara snert hann Ég veit að hann var 6% fyrir 3 klukkutíma Mín var löngu döður, sko Já, þetta er hérna, ég með eitthvað screenshot þetta Þetta er bara house oil pumped, bla 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 Já, can sheep talk to each other? Alveg rétt Geta kindur talað ykkur aðra? Og þau geta það, þau eru mismunandi jarm Og þau þekkja munin á röddunum Já, þau eru ekki pæla í lúkkinu eins og við mannskinar En vissulega þekkjum við líka í röddum Já, algjörlega Röddum Röddblæði eitthvað, þetta ekki Röddum er röddblæði It's a word, I think Hvað margir ísbirnir komið til Íslands Það voru alveg yfir 200 frá líka árið 600 Já, bara búin að vera að mappa þetta niður ógsta lengi Hvar finnir þessar rekords? Hvernig týnist þetta ekki bara í daginn skilur árið kannski 890 hvernig er það ekki búið að týnast? Einmitt Og mínur Og hvernig náðu þeir á þeim tíma þegar voru enga byssur? Hvað gerðu þeir? Bara tóku þær hálstaki eða? Ángríns Með kalli eða eitthvað Ég veit það ekki maður Ekki hugmynd Svo er hérna eitthvað vísbendingar Þó líka voru að minnast til þess að það var ísbjörnin í hússtyrragarðinum Það var hann aldrei Víst? Nei Nei, jú Nei Það var Nei, það var ekki ísbjörn í hússtyrragarðinum Það var ísbjörn í hússtyrragarðinum Nei, það var bara svona stytta sem var stólin Nei Víst? Það var ísbjörn Nei Ég sá hann Það? Já Í hússtyrragarðinum í Íslandi? Já Það var bara stytta og henni var stólið Og svo var einhver Jón Gnarr sig fram og sagðist ætla að fá ísbjörn til borgarstjóra Það er alltaf búið að tala þetta bara Ég held það sko, ég held þú veist alveg einmitt í manni ég reddi þetta ekkert þú sagði þetta ég bara hvað Nei, þú sagðir ekki neitt Nei, ég bara, já, ég var eitthvað rögglega Ísbjörn raunhæfur möguleiki í hússtyrragarðinum Það var alveg hægt 10 sko En það var stytta, ég kannski bara trúið þessu styttu. Ég held það. Allavega, við fórum að... Childhood is ruined. Já. En ég var alltaf bara, nei, free him! Styttuna. Ég held að það var alveg. Ég veit ekki ef þetta var uppstoppað. Það er ræðilegt. Nei, þetta er stytta. Okay. Hann er mjög cartoony. Ok, nice. Vísbendingur ísbjörn á Langjökli, það er eitthvað sem við googluðum líka. Já, svo var það selur. Já, og þá einmitt fórum við í hvítur útselur. Já. Og það er ógeðslega sætir. Mjög sætir. Svo googluðum við í kjölfar því, hvað er hættulegasta dýr Íslands? Við komumst að því að það var, ég man það. Svona patta. Nei, rottan. Já, alveg rétt. Herðu, og gæinn á TikTok sem var rottuna býta sig daginn. Já. Er það læg með hann? Já, nennir ángriðs. Nennir eitthvað uppdættökur. Is the guy okay? Is the guy okay? Ron Weasley, eða hvað sem sögðu að hann var eins og. Ron Weasley. Svo er íslensk kúskel líklegast að elsta dýr í heimi. Já, það er eitthvað skel. Sem var 500 ára. Já. Crazy. Svo fórum við í top 10 most dangerous animals in the world.
þarna erum við svolítið að renna inn á, við erum komin hann á Hvolsvöll og Hellu og erum að nálgast Selfoss. Já, hann byrjum að undirbúa okkur. Þannig byrjum að undirbúa okkur og við erum að kíkja þarna og við spána og hún ekki droslega góð. Nei. Og þá segir þú, á ekki alltaf að vera sumar á Selfossi út af ykkur lægi. Og Birta bara, hvert talum ég eitthvað? Sumar á Selfossi. Birta bara, ég hef aldrei hert að lag. Nei. Ég sver þetta lag. Ég sver. Tjekkum og þetta var lag. Sæland, Draumaland. Já. Eitthvað. Jóa var þannig í handboltaspilinu á Selfossi. Á Selfossi? Já. Þannig að hún var alltaf að spila þetta lag. Ó, guð. Já. Ok, skil. Þess vegna kann ég þetta lag. Svo bara, googlaðu svona 1500 sinnum kódilettan en því við sem ekki kunna að skrifa það. Já, kódilettan. Já. Það er alveg erfitt orð. En samt erfiðar að fallbyggja Selfoss, finnst mér. Hér er Selfoss, Selfoss. Já, við áttum frá að Selfossi, eða frá Selfoss. Já. Til Selfoss. Selfoss. Þú veist, er 3 S til Selfoss? Til Selfossar. Já, það kannski. Það er mjög græns. Til Selfossar. Hér er foss, foss. Foss. Til Fossi, frá Fossi til Foss. Veitu, hér er foss, foss. Frá Fossi til Foss. Já. Ok. Eitt að séu bútt. Fossi til frá Foss. Ok, næsta sem við googlum. Ég ætla að googla það. Manstu, þegar við flugum fram hjá 2 fólkum. Já, herðu, við sem bara fólka við ráðast á okkur kaninu. 2. Við varum bara, wow, þetta var fugl. Já. Við varum bara, þetta ekki fólki. Þá voru bara, eru ernir á Íslandi? Nei, við vorum að spá í, fólki og ernir, munurinn á því. Það fólki er aðeins minni en ernir, já. Og þá bara að googla það, já. Og ég sagði þér að googla bald eagle, það er svona the American eagle. Skalla örn. Svo googlaðu hvað er margir skalla ernir í heiminum. Googlar það? Hvað er það? Var ekki, erfitt að segja til það, kannski? Já, kannski. Svo vorum við mjög aðeins að googla þarna Laugavegshlaupið því við sem ekki hversu margir voru að keppa þar að það voru svo óksla margir á Hvolsvelli eða Hellu, eða hvað sem vorum. Já, ég held að þetta sem komna með allt. Foss. Hér er Foss. Foss, frá Fossi til Foss. Já, ok. Ekki 3 Foss. S. Nei. Make any sense. Nei. En Selfoss þá, það er ekki Selfossagar þá. Allána, þegar vorum komið til Selfoss. Selfoss. Who fucking knows. Þegar vorum komið þangað, þá var kótilettan svona, já, við vissum ekki hún var að kvöldi til. Nei, við heldum að það væri svona allan daginn, ekki á nóttunni. Já. Góðan daginn, sko, all atriðin klukkan 2. Já, svo bara... En við vorum með partí fyrir þann Kaffi Krús. Já, það var ekki rigning þegar við byrjum. Þannig að við gáttum verið að gefa ykkur svona smakka og þannig og það var ógeðslega gaman. Við vorum þarna með 11 Our favorite okkar besties 11 Australia eða Reykjavík Warehouse stóð þarna með sinn bíl við hliðina á okkar ógeðslega flottan Range Rover mertur 11 Iconic mertur Miracle línunni sem er náttúrulega bara the iconic 11 line. Já. Og þeir voru að gefa fullt af goodie bags og ógeðslega flotta bleika goodie bags. Já, ég smá leið að við fengum ekki, sko. Já, ángrísu, ég var alltaf að spyrja, hvað var hún í þínum? Hvað var hún? Fólk fekk misjaft. Já, sem er svo geggjað. Þannig að þau voru bara að setja bara alls konar, þú veist, þannig kannski sumir fengu, kannski eitthvað frá K18 og geðvikt, sko. Það var spennandi. Já. Svona smá svona eins og þannig kólabortinu en svona mystery pakkin sem maður var alltaf að kaupa. Já, vóka þá gaman. Hringið þú við það? Já. Ég vildi ekki fara gera neitt annað en fara í kólabortið. Kaupa það mystery pakka. Ég held ég að vera eini krakk sem var alltaf í kólabortinu. Ég held líka. Við hefum verið hist eitthvað. Pottið að reyna að fæta hvaða pakki er bestur. Það er sniðut. Það er sniðut, sko. Akkur er enginn að gera það? Við slum gera það. Já, ef við gerum það. Já. Ég get eðlað til að byrja mystery pakka. Já. Við getum íslega gert það. Já. Við erum frá að gera það. Við erum að gera það, alltaf. Ok, vókuð til það. Hérna býðið spennt eftir því. Við vorum með 11 og þau voru að gefa ef fólk var bara að fylgja á Instagram þannig að þú veist það var geðveikt þannig að ef þið eru ekki að fylgja 11 eða Reykjavík Warehouse á Instagram þá myndi ég gera núna það þau líka oft með eitthvað svona leiki og skemmtileg heit og auglýsa því þau verða ógeðslega duglega þessu í sumar að fara á útiháttir og gefa goodie bags þannig að ef þið viljið fylgjast með hvar þau verða og hvað er að gera og svona stay tuned á þeirra grammi það er líka mjög spennandi næsta vika hjá þeim þannig að ég var alveg með að fylgjast með þeim vika sem er næsta vika, einmitt. Við komum inn á það í næsta þætti. Já. Það verður mjög spennandi.
En já, við vorum fyrir utan kaffikrús til eitthvað 5 eða eitthvað. Voru thank god með geggjuðu 66 skalan okkar. Oh my god, sko. Thank fucking god. Þessi sjórakkar. Heit sem að sjórakkar, sjóstrakkar. Eða það, bara sjóstrakkar, sko. Sjóstrakkar. Pollagalarnir, bara let's be real. Bara pollagalarnir. Sjóstakka. Stakka, ok. Sorry, 66, we love you guys. En þetta í alvörunni. Ef þið sáu ekki mynd, mistu þessu, bara við eigum eftir að byrsta myndir þessu á Instagram, you will see this. Þetta hinn fullkomni bleiki litur. Fullkomin. Hann alveg eins og bestis umbúðunar. Já, hann nákvæmlega eins bleikur. Perfekt. Og fyrir allar útiháttir sem að þið að fara á. Það var sko grenjandi rigning. Mér var ekki kalt. Og ekki arða að bleita á mér. Ekki arða. Og þetta var ekki svona of þungt. Þetta var geðveikt létt. Auðvitað að leika sér. Og í alvörunni. Og bara, bara verið í, buxunum með eitthvað geggjaða peysu. Bara þótt að sé ekki eins og rigning. It's a vibe. Ég elska hana lit. Ég að fara að nota þetta bara í göngutúrum með Rómeó, sko. Og Bruce. Og bara, þetta bara... Tilbúið bara ef við einhvern mætum eitthvað svo það er rigning, þá believe us, við verðum með þessu. Já. Mér finnst að það er ekki rigning, þess að við maður þarf að vera í þessu, sko. Já. Það er svo ógeðslega pirrandi að vera bara soaking wet, sko. Við getum bara, það er ekki pælin einu og hettan er góð líka, sko. Mjög góð, ógeðslega góð. Sjúklega þægilegt og við vorum bara, orðið að klína ís í þetta og eitthvað svona þegar við vorum að, gefa. Bara ís á bumbinni. Já. Og þægilegt, ekki pæli í. Já, og við getum bara svona skóla af okkur og það sést ekkert á þessu og þetta er bara, mér langar í eina lit fyrir emblu líka. Það var geðveikt. Það var geðveikt, þetta sko, bara, sérstaklega hlusta, þetta er hinn fullkomni bleiki litur, getið gert barna pollafutt svona líka, takk. Og hundapollafutt. Já, og hundapollafutt, please, getið, our babies need this. Yes, thank you. They need it. En já, þetta var ógeðslega gaman við svo bara þurftum að letsa heim. Við ætluðum að fara kvöldið þarna. Já. Kvöldið, sérstaklega á hátíðina. Já. En þarna þreytan tók yfir. Tankurinn dæmdist. Já. Sko það sem var líka vandamáli er ísinn var í alvörinni bara kláraðist. Hann var ekki hann er ekki til kjörís. Hann var ekki til neinstar. Já. Og að leggja bílnum fyrir utan. Það var allir bara og svo leiðist að segja ísinn er búinn. Það var svo leiðilegt. Þannig að okkur langaði bara heim parkera bílnum í stað þess að verða fólki fyrir vonbrigðum. Já, sammála. Af því að við hefðum verið með öðrum bíl, það var alltaf læg, sko. Já, og þau geta falið okkur hans meira. En þú veist, en líka bara hitta fólk kvöldið skilur og geta ekki gefið, það hefur verið svo glatað. Þannig að við einhvern veginn þurftum bara að fara heim og hlaða batterín. Já, en við þurftum að gera það. Og það var vel þessi verið að því að við komum bara ferskar inn núna. Já, bara fresh. Svo fresh. Fresh, á Monday. Ángríns. Þetta er búin að vera svo skemmtileg vika. Ég er bara í sjokki ennþá, sko. Ég líka. Þetta er bara æði, sko. Þetta er bara magna. Svo mikið framöndan líka og bara vákaðurum þakkláttar fyrir ykkur, our besties. Þið eru bara best í heiminum. Og ef þið er ekki búin að sjá, þá er taste test gjafalegur í gangi inn á TikTok. Það sem við getum unni besties, besties peysuna, sem við búin að spyrja mjög mikið við erum að vinna í þessu. We're working on this. Og 50 króna gjafabröf hjá Icelandair. Svo líka gjafalegur á Instagram. Já. Undir besties fyrir besties. Já. Þannig að það er nóg að vera. Ég ætlum að gefa hellinga besties yfirbót, sko. Já. Og hann er bara hann er bruna í búðirnar. Hann er mættur í búðirnar núna þegar þetta kemur út. Já, hann mættur í allan einhverjar, en þú veist, þeir sem er búin að senda okkur sem eru í Eyjum, út á landi, bara á þessum stöðum sem að, þú veist, á næstu dögum. Hann er að koma allstaðar. Við erum bara á fullu að SMS að kjörist að fá að vita hvar hann er komin. Já. Og svo þegar hann kemur loksins út á land, þá er bara horfin. Já. Þannig við erum að reyna og það er búið bara, það er miklu meira magn til núna. Miklu meira. Þannig að þið munin á þessu. Já. Og þetta er ekki limited edition. Nei. Þú veist, við gátum ekki búið til þannig ís og verið eitthvað, herðu, hann er til í mánuð, þetta ís er það góður. Hann er það góður, sko. Að ég þarf hann. It gotta stay. Þú veist, ég nenni ekki að elska eitthvað. Sko. Er það grínast? Oh my god. Það er fullkomni jólaís. Að maður bara kreifar hann þegar ég er að horfa á þessu vídeo á fólki smakkan. Ég get ekki. Ég er bara að hleypa í fristinn. Ég get þetta ekki, sko. Ég alveg bara fór í búðinu, gær með emblu og hún bara, mamma, hvað er ísinn? Mamma, hvað er ísinn? Ég var eins og eitthvað sloð þarna klætt og var bara eitthvað, please, ekki vekja athygli á mér þetta. Mamma, hvað er ísinn? Mamma, ísinn er ekki til. Hvað er ísinn, mamma? Og ég var bara, krakki, suss.
yfir alla bónus. Það heyrður lengi hvað sagði, ég heyrði allir hvað sagði. Nei, ok. En ég bara tala einhvern dýns. Já, mamma, hvað ísiðin? Ég var líka eins og einhver rotta að leita í svona 10 búðum í gær. Þú ert rotta? Já, nei, sko, ég var eins og bara mitt dýr. Mitt aðaldýr, ekki ljón. Nei, ég var eins og rotta að leita bara í öllum búðum, bara bynda til ræktinu, bara hvað var ekki sín? Var ekki til neinstaðar, ég bara, En hann er komið núna. Hann er komið núna og bara endur að senda okkur hvað þið sjáuð hann. Já, og svo gaman. Takk okkur í stóri, senda okkur og getur við delt í áfram. Já. Það er svo gaman, það er svo surrealist sjá hann í búðunum. Það er svo surrealist. Maður bara, Já, það er líka svo fallega bleikur. Það bara stendur alveg upp úr bara svona. Þú spottar hann alveg, sko. You spot this one. En já, bara takk fyrir okkur og sjáumst fesk í næstu viku. We love you guys. Love you besties.